Já, langar að deila með ykkur sögu sem ég sá á netinu hjá einum vin okkar Þórdísar. Og hún ber yfirskriftina Haltu fjöðrónum þínum. Eitt sinn var lævirki. Það mikill söngfugl, svo við séum með það á hreinu, sem söng svo fallega að fólk stoppaði bara til að hlusta. Dag eitt gekk maður að fuglinu með óvenjulega tillögu. Ég skal gefa þér feitan orm ef þú gefur mér eina af fjöðrónum þínum. Lævirkin hugsaði, ég á 100 fjöðra, ein skiptir örugglega ekki máli. Hann plokkaði fjöðrina af sér, naut þess að borða orminn og flaug svo í burtu. Daginn eftir kom maðurinn aftur með sömu tillöguna. Lævirkin hikaði andartak en hugsaði aftur, ein fjöður í viðbót skiptir engu máli. Og þannig hélt það áfram, dag eftir dag, orm eftir orm og fjöður eftir fjöður. Stund virtist lævirkin verið í fínu standi. Hann hafði ennþá nóg af fjöðrum, gat ennþá sungið og gat ennþá flogið. En hægt og rólega, næstum án þess að taka eftir því, urðu vængirnir hans berir og slitnir. Einn morguninn, þegar fálki birtist á himninum, reyndi lævirkin að hefja sig til flugs, en honum tókst það ekki. Hann hafði skipt út fjöðrónum sem gafu honum frelsi. Þessi saga kann að hljóma nokkuð einkennilega, en hún ber með sér beittan sannleika. Lífið fullt af samningum. Flestir þeirra koma ekki sem ein dramatísk ákvörðun, heldur sem röð lítilla viðskipta. Bara í þetta skiptið. Þetta skiptir raunni engu máli. Ég get alltaf náð mér, en málamiðlarnir tínast saman. Og einn daginn, eins og lævirkin, uppgötar einstaklingurinn að það sem hann gaf frá sér, stykki fyrir stykki, var hæfileiki hans til að svífa. Jesús spurði mikilvægra spurningar í Mattheus 16:26 þegar hann sagði, hvað stoðar það mannin að eignast allan heiminn en fyrirgjöra sálu sinni? Þetta samningur lævirkjans með öðrum orðum. Hvaða gagn að feitum ormi ef þú hefur mist vængina þína? Hvaða gagn að vösum fullum að ágóða ef þú hefur skipt sálu þinni út fyrir það? Lævirkin minnir okkur á að litlu kaupin skipta máli. Varðveittu fjaðrirnar, varðveittu ráðvendni þína, trú þína og von þína. Láttu þetta ekki hverfa eitt af öðru með auðveldum viðskiptum. Í komandi viku, áður en þú tekur ákvörðun, spurðu sjálfa þig, ég að skipta á himninum fyrir orm? Veldu í staðinn að halda vængjónum sterkum, hjarta þínu björtu og hreinu og hafðu augun á himninum. Það langaði mig að deila með ykkur í dag. Yndisleg saga og minnir okkur á einmitt. Gleymum okkur ekki bæði kaupaði og vinnuæði. Það ekki þess virði þegar uppi staðið.